8. og 9. og 10. bekkja í leikritagerð. Tíminn var stuttur en allir nemendur lögðust á eitt og niðurstaðan um verkið sem hér verður sýnt. Leikþátturinn gerist á Elliheimili í þorpinu. Gjörðu svo vel. Nú morgunstund á Elliheimili í þorpinu. Gamla fólkið situr frammi og talar saman. Hjúkrun að taka til eftir morgunmatinn. Jæja, þeir eru bara dress? Nei, alls ekki. Þeir eru ekkert verið döðsætlega, en það hafa aldrei gert. Svona. Það er nóg gaman hjá okkur í bingo. Já, við erum ekki í boccia. Ó, já. Hvenær er næsta boccia-tíma okkar? Næsta fimmtudag, sem er 4:30, beint eftir miðdegiskaffið. Talandi boccia. Mikið skarta hjúkrun alltaf sínu fínasta. Þegar þau komið í fyrstu íþróttagalana sína. Já, ég er nú líka alltaf svolítið skvís í íþróttagallanum mínum, Maggi. Ertu ekki sammála? Það var deyfum hann. Kallandi Maggi, Halldór og Erlingur hafa komið sér fyrir inn hjá Erlingi og ætla að horfa á sjónvarpið, en þeir ná sjónvarpinu ekki í gang. Það virkar ekki. Prófið þá að taka þarna. Ég er búin að því. Ég skal á hjúkruna. Þetta er nútímadrasl, maður. Virkar aldrei þegar maður ætlar að prófa að skák. Lísum á mig. Gömlu góð útvarping leikur það ekki? Nei, það er nátt þessi. Já, stíðna bara. Já. Herðu, er eitthvað að sjónvarpið, strákar mínir? Þetta virkar ekki, sjónvarpið. Gætirðu reynt að laga það? Já, ég skal reyna.
gangi. Hún segir hinum hjúkkunum að hún sé búin að fá nóg af þessum vitleysingum og sé frábæra hugmynd til að láta það verða ruglaðir. Þótti sé ruglaðir nú þegar. Já, en hundlega þessi gamli kallinn. Já, ég líka. En hvað erum við að gera í því? Við kaupum dóp og dópum fyrir þeim. Herðu, ég veit dóp. Ég skal ná í það. Hendur í málið. Já. Jó, við spraka. Já. Áðan nýttu hjúkrunarnir tækifæri til að rugla karlmönnum með því að setja stópið í saltbönnið og nú eru gömlu karlmönnum mjög ruglaðir, ágengir, þreyttir og leiðinlegir.
elliheimilinu en hann vildi ekki fara þangað. Hann var alltaf að segja fólkinu að hann ætti ekki að vera á elliheimilinu. Þegar ringulreiðin kom upp á elliheimilinu, nýtti hann tækifærið, læddist út og strauk, en það gleymdist að loka útidyrahurðinni. Nei, blessaður! Heyrðu, ég viltist aðeins. Ég ætla að labba þess út en síðan viltist ég. Hvar er ég? Nei, Úlfa! Þú er hér. Hvað það gerð hér? Komdu með mér aftur í elliheimilið. Nei, ég ætla ekki að fara þangað aftur. Allir eru ruglar en jafnvel þú. Ha? Ertu ekki að grínast? Þetta hægt að taka hrífið því? Já, ég er löngu að eftir því. Þú er svo bráðvond og ekkert ekki reyna að tekja eftir því. Saltaði bara að fara allar meiri. Salt er vond. Ekki væla, maður. Skurðkóð, þú veit það. Hann er dauður. Ég held þessu dauður. Læknir, komdu strax. Þetta er eigandi elliheimilisins dauður. Hann er varla. Hann er svo dauður. Ég segi það. Það er alltaf eitthvað þarna. Hann er dauður, hann er líka dauður. Hvað er að eiga það? Það er dauður. Það er bara það. Það var erlingur. Ég var svo þreyttur eftir matinn. Kannski var eitthvað í matnum. Nei, hann tek enga mat. Erlingur, ertu með eitthvað hendinni? Gerðu þú kannski eitthvað? Nei, ég ger ekki neitt. Ég er ekki með neitt í hendinni. Nú, þú kannski verið eigandanum. Nei, ég er ekki með neitt. Þið megið skoða mig hátt og lágt. Nei, ekki neitt. Sko, ég sagði það. Ég fikk púls. Það var hann í vist. Það var samt á sjúkrahús. Komur upp. Fyrir maður. Takk fyrir það. Vãi thật cười. Ai? Anh xuống đây trước à? Dấu. Ásæk Manfred. Jæja, þið eru búin að dress? Nei, alls ekki. Ég hef ekkert tíðindi á þessu elliheimili og hef aldrei gert. Svona. Það er nóg gaman hjá okkur í bingo. Já, ég tala ekki í boccia. Já, Maggi minn, ég er nú líka alltaf svolítið skvís í íþróttagallanum mínum. Ertu ekki sammála? Ég trúi neitt á það. Já, ég skal reyna. Þú
Vanessa? Já, en af hverju? Þið gerir bara það sem ykkur sagt, svona drífið ykkur. Sleppi. Hvað er þetta? Tónlistarðið. Nei, mín við þig. Ég ger ekki svoleiðis. Víst, ég sá hjúkkunum að skipta bleiðar. Þú ert ruglaður, hættu að byrja. Ég er í stuði til þess að ríkast. Gótt, til það ég gamli. Hann var alltaf að segja fólki að hann ætti ekki að vera á elliheimilinu. Þegar ringulreiðin kom upp á elliheimilinu, nýtti hann tækifærið, læstist út og